Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég er í dag með mjög áhugaverðan viðmælanda, einn af þeim sem verður fyrirlesari á ráðstefnunni sem haldið verður dagana 11. til 12. október í salnum í Kópavogi sem fjallar hamp fyrir framtíðina. Og þetta er Magnús Þórsson og Magnús er prófessor í frumkvöðlafræðum, meðal annars sem tengist hampi, við Johnson og Wales háskólan á Rhode Island, eða í Rhode Island. Og það liggur kannski beinast við að spyrja hvað vakti áhuga þinn eða hvað kom þér í þennan geira? Já, takk fyrir kynninguna. Ég hef verið að kenna við Johnson og Wales háskóla núna í 14 ár og bakgrunnur minn er reyndar í sjálfbærni og félagslegt jafnrétti sem tengist sjálfbærni er svona eitt af aðaláhugamálum mínum og þegar ég fór að skoða kannabisgeirann þá sá ég að það var mikið félagslegt ójafnrétti í hvernig kannabismálum var hannað í Bandaríkjunum. Ertu að tala ójafnvægi í því í reglugerðum eða í aðgangi fólks að vörum sem unnin úr hampi eða? Bæði, en aðalega af því að kannabis sem hampur er kannabis. Já. Og kannabis hefur verið ólöglegt í Bandaríkjunum síðan 1971. Það hefur verið ströng viðurlög við því. Og þau hafa mest bitnað á hörundstökku fólki. Hörundstökk fólk í Bandaríkjunum hefur verið handtekið og borið til réttar 5-7 sinnum, það eru 5-7 sinnum meiri líkur á því að hörundstökkur verði handtekinn og fangelsaður fyrir samskonar brot og hvítir er að gera. Og notkun á cannabis gengur jafnt á alla kynþætti og jafnt yfir flestar stéttir en bitnar mest á fólki sem hörundstökk. Og það var nú svona einn af hvötunum fyrir því að ég kom inn og prógramið sem að ég skrifaði fyrir Johnson og Wales einblínir á að draga fram í ljósið þetta ójafnrétti sem er til. Þetta félagslega ójafnrétti. En það náttúrulega fleiri yfirleitt svartir í fangelsunum í Bandaríkjunum hvort þið er það ekki? Þannig að þetta tengist bara saman. Hlutfallslega er það rétt. Já. Það er miklu meira, ég meina, blökkufólk í Bandaríkjunum er ekki nema það bil 13% af þjóðinni en það bil 50% af þeim sem í fangelsi. Og ef það er tekið til fanga fyrir kannabisnotkun en ekki hvítir, þá náttúrulega útskýrir það heilmikið. Það útskýrir hluta af því, sko. En svo ég geti nú sagt þér frá því hvernig datt mér í hug að fara að tala kannabis. Já. Að þá var ég á ráðstefnu í Portland, Oregon, sem á vesturströnd Bandaríkjanna, 2018 og þar var ég þar var ég á ráðstefnu og þar sá ég, það var nýbúið að lögleiða recreational cannabis í Oregon og það var andinn á svæðinu. Ég verð að segja það að ég var á háskólakampus. Já. En það var mikill áhugi fyrir þessu og virtist mikið líf í kringum þetta og ég sá fyrir mér að ég væri nú ekki verðugur frumkvöðlaprófessor ef ég horfði ekki í tækifærin sem tengjast kannabis. Já. Það var þannig og ég fór og skrifaði drög að prógrami fyrir kannabis nýsköpun. Og þetta prógram var samþykkt af háskólanum og þetta er 4 ára nám og við byrjuðum að kenna 2021 og þá voru 25 skráðir nemendur í prógramið
Já, sem voru valdir úr 150 sem höfðu sótt um. vá, en frábært. Það var fyrsta árið sem að Já, sem við gerðum prógramið, þannig að við erum búin að gera þetta prógram núna þetta er 4. árið já. og við erum búin að útskrifa fyrstu nemendurnar sem eru búinir að klára kannabisprógramið hjá, nýsköpunarprógramið. Og hvernig, og hvað fara þeir í gegnum? Sko, það var verið að kenna þeim, það er grundvallar nýsköpun, það er skrifa áform viðskiptarekstur. Já, Þeir nemendur stúdera lögfræði, tengda cannabis, já, svo taka þeir líffræði, eðlisfræði, þeir læra að rækta plöntuna í hydroponics sem í vatni já, og í jarðvegi. Þannig að þeir rækta plöntuna á tvo hætti, í vatni og í jarðvegi. Þetta eru, þú veist, þar að auki fara þeir í gegnum öll venjuleg fög sem að fylgja almennu námi í viðskiptafræði. já, En við einblínum á kannabismarkaðinn, nýsköpun á vörum, finna markaðstækifæri, þannig að það er farið víðan völl, þetta er 4 ára nám. já, ég heyri það og það er hérna náttúrulega kannski mjög mikilvægt, en þurfa ekki líka að læra reglugerðir í hverju ríki fyrir sig? Svo er það, sko, við erum ekki að kenna þeim reglugerðirnar sem slíkar, heldur erum við að kenna þeim að lesa reglugerð. Ég skil, já. Af því að nú erum við með löglegt kannabis í 37 fylkjum. Já. Og það er bara ekki hægt að ná því að kenna alla reglugerðirnar. Nei, sjálfsög ekki. Í öllum fylkjunum, sko. Þannig að við einblínum svolítið á Rhode Island náttúrulega, af því að það er heimafylkið. Já. Við höfum verið með þingmenn sem lögðu fram upprunalega tillöguna, þeir hafa komið og talað við nemendurnar, þannig að þetta er mjög tengt þessu umhverfi í Rhode Island. Þannig að við horfum svolítið í reglugerðirnar hér en gefum þeim svo umgjörðuna að læra það annars. Já. En komu allir nemendurnir frá Rhode Island? Var þetta svona heimaverkefni sem slíkt? Alls ekki. Nú eru nemendur, nú útskrifaðist til dæmis nemandi frá mér í fyrr en núna í vor. Hún kom til okkar frá Alaska. Já. Sem er eins langt í burtu og hægt að vera og ennþá í Bandaríkjunum. Algjörlega hinum endanum, já. Alveg hinum endanum. Já. Og við vorum til dæmis ég var með 3 nemendur frá Missouri sem er fylki í miðríkjum Bandaríkjanna. Já. Og þeir hafðu 3 komið án þess að vita af hinum. Já, en áfram. Þannig að við erum að fá nemendur frá öllum fylkjum sem koma. Þetta var fyrsta prógram sinna tegundar í heiminum. Þegar við láðum það fram 2021. Til hamingju með það er algjörlega frábært, sko. Takk fyrir. Já, en þú hefur komið að reglugerðum einhverjum, er það ekki líka? Hefur ekki tengst eitthvað af stjórnmálum líka eða því að hjálpa til við svona mótun á reglugerðum? Jú, ég kom náttúrulega til Bandaríkjanna fyrir 33 árum síðan. Ég var bandarískur ríkisborgari 2005. Já. Ég fór í framboð 2006. Já, gott hjá þér. Og ég var kjörinn til bæjarráðs í litlum bæ í Vermont og þar skrifaði ég reglugerðir og vann að því að setja inn reglugerðir sem voru skrifaðar af fylkin. En nú bý ég í Rhode Island og að loknu mínu námi í sjálfsköpun. Ég er með doktorsgráðu frá háskóla í miðríkjum Bandaríkjanna, Iowa State, í sjálfbærni. Og þá fór ég að vinna að reglugerðarmálum í sjálfbærni í bænum sem ég bý hérna í Rhode Island.
sem heitir Barrington Já, og þar var ég að skrifa sem sagt skrifa drög að því hvernig við ættum að taka reglugerðirnar og setja þær inn. Þannig að ég hef verið að vinna með reglugerðir en nú er ég að snúa mér að kannabisreglugerðum. Ég er búinn að skrifa drög að almenningskennslu já, í kannabis af því að það er stór skortur í Bandaríkjunum á áreiðanlegum upplýsingum kannabis, þeirra notkun, skömmtun og hvað er það sem fólk á að nota af þessum efnum til þess að bæta sitt líf. já, það er alveg pottþétt. Það er líka hér, það því að maður segir kannabis þá halda allir að það sé einhver að reykja efnið eða eitthvað þess aftar, þannig að það er bara fyrstu viðbrögð. En þannig ertu að koma því þá á framfæri við Rhode Island? Þá var ég að tala það við fylki, sko. Í Bandaríkjum í Rhode Island þá erum við með það sem kallað er Cannabis Control Commission, Já, sem yfirsér alla reglugerð í fylkinu. já, Og reglugerðin sem var samþykkt talar almenningskennslu. En það er engin almenningskennsla í gangi og þar sem að ég hef náttúrulega verið frumkvöðull í kennslu á kannabis og kannabisnotkun í þjóðfélaginu, að þá hef ég lagt fram þessi drög að almenningskennslu, eða kennslu fyrir almenning, sem yrði þá sett á laggirnar af sveitarfélögum. já. Bara svona fræðslu efni, ef við segjum þessu svo. Akkúrat. En segðu mér, ef að nemendurnir voru að rækta og annað þess að það hafi verið að rækta við háskólann, er þið þá með landnæði eða er þið með gróðurhús eða á hvað hátt ræktið þið? Svo við ræktum ekki kannabis. Því að kannabis í Bandaríkjunum er ennþá ólöglegt á federal, sem eru þá alríkin. Alríkis, já. Alríkisreglugerðin leyfir ekki kannabis. Það er nú reyndar að breytast. Það eru allir þeir sem eru í forsetaframbjóðandi, báðir forsetaframbjóðandir hafa talað að létta á því. En allavega þá að því að skólinn er, nemendurnir fá styrk frá alríkinu, að þá getum við ekki verið með eitthvað sem er bannað af alríkinu. Nei. Þannig að það sem við gerum er að við ræktum tómata og ýmis önnur aðrar plöntur sem að hafa sömu vaxtareinkenni og kannabis sem er hægt að einangra. Þá eru nemendur að vinna með mismunandi plöntur sem að allar hafa svipuð einkenni og kannabis og hægt er að einangra, sem hefur virkað mjög vel. Ég skil, já. Það var áhugavert, sko. En svo þú náttúrulega ert greinilega búin að vera bara frumkvöð frá því þú byrjaðir í námi, starfi eða hverju eru búin að fara úr einu í annað og ert ekkert að stoppa eins og það stendur. En ég sé að þú hefur stofnað fyrirtæki sem heitir Canna Curious Wellness. Já. Og ég sé líka að það er til þess að fræða fólk sem er 55 og eldri. Og mér fannst það að vera áhugavert, þess að ég tilheyri nú þeim hópi og reyndar nota mikið af CBD-kremum og olíu og öðru þess að það. En hvað felst í Canna Curious Wellness? Já, svo Canna Curious Wellness er lagt af stað, er sett á laggirnar vegna þess að þessi markaður sem þú bentir á 55 og eldra það er ekki, hvernig segir maður, underserved. Nú maður að vera í Bandaríkjunum og lengi, nú vantar manni orði. Og hvað segir þið, under hvað? Það er ekki, hvað segir þau? Hvað segir þið, under hvað? Underserved. Já, þau fá ekki næga þjónustu. Það er ekki verið að einbeina á þannan markað.
Nei, Þessi markaður fólk sem með kvilla sem tengjast í að vera 55 og eldri. Það liðagigt, það eru ákveðnir verkir, það kannski erfiðleika með að sofa og já, fólki vantar kannski orku og kannabis hefur í sér efni og einkenni sem eru sérstaklega velgerð til þess að vinna að þessum kvilli. Og það sem Kinda Curious hugmyndin bak við Kinda Curious, sem náttúrulega Cannabis Curiosity, já, sem forvitni fólks cannabis. já, Og það sem þegar ég fór út í mínar rannsóknir í upphafi, þá sá ég það að upplýsingar það var ekki til nægilega aðgengilegar upplýsingar kannabisnotkun og þá möguleika sem kannabis hefur upp á að bjóða fyrir þennan aldurshóp. Þannig að ég hef verið að bæði að einbeina að því að framleiða það sem kallað threshold products eða sem eru kynningarvörur sem að fólk getur komið inn og notað efnin í fyrsta sinn án þess að þurfa að vera að reykja efni. Þetta ekki, takmörkin eru ekki að koma fólki í vímu, heldur að ná það sem kallað homeostasis, sem bara jafnvægi og balans í lífinu. Þá verið að hugsa til dæmis, þá ég að hugsa mér einhvern sem 65 ára gamall, hefur unnið alla sína ævi, komið með liðagigt, á erfitt með að sofa og vill stunda garðrækt. Að þá hægt að taka CBD, CBN með THC sem að þá veitir létt lyft og hefur verkjastillandi áhrif og jafnvel áhrif á bólgueyðandi. Þannig að hugmyndin að fólk nái sínu takmörkum hvað varðar vellíðan en ekki vímu eða lyfjanotkun. það bara algjörlega frábært, Og það það ekki nóg með það að vörurnar séu ekki til, heldur eru upplýsingarnar ekki mjög aðgengilegar. Læknar í Bandaríkjunum þeim ekki kennt að tala cannabis. Það ekki kennt að tala lyf. Hvað segirðu? Þeim bara kennt að tala lyf. Já, það verið að tala lyf og það sem að mér fannst mjög athyglisvert var að ég nú verið að lesa mig til rannsóknir sem hafa verið gerðar mest í Kanada og þar hefur komið í ljós að þegar búið að lögleiða, það sem Kanada með löglegt á alþjóða federally, já, alla þjóðir, já. Minnkar notkun á opioids til dæmis. Já. Í einni könnun sem ég skoðaði þá hafði opioid notkun minnkað 42% meðal þeirra sem voru spurðir og var fylgst með. Það sem líka svo mér fannst líka athyglisvert var að fylki sem höfðu lögleitt cannabis, þau sáu það að það minnkaði umsóknir það sem kallað workman's comp, vinnuslysafrí. Já, já. Þá minnkaði vinnuslysafrí meðal allra 13% en meðal aldurshópsins 55 og eldri þá minnkaði það 20%. Það nú ekkert smá. Og það sem var verið að leiða líkur var það að fólk gat unnið lengur. Því að nú hafði það lyf eða efni sem gat haft verkjastillandi áhrif, gaf þeim orku til að komast í gegnum daginn og hjálpaði þeim að sofa, þannig að fólk var ekkert alltaf þreytt. Sem fékk 8 tíma svefn. Já. Þannig að það var það sem voru svona hvatarnir að því. Það eru bæði vöntun á upplýsingum og vöntun á vörum.
Ertu búin að gera margar vörutegundir undir þessu merki? Svo við erum að vinna við erum í viðræðum við þá sem ætla að framleiða vörurnar, því að ég ætla ekki að framleiða þær sjálfur. Nei. Fyrstu vörurnar sem við erum að setja fram THC, CBD og CBN hunang sem ætlað fyrir fólk til þess að geta blandað í teð, kvöldteð, sem þá með lágu THC innihaldi, það byrja 2 milligram af THC, en svo CBD og CBN til þess að hvetja svefn, til þess að fá svefn. Þá þetta THC veitir létta vellíðan og lyftu, CBD verkjastillandi og CBN hjálpar fólki að sofa. Dásamlegt. Og það mjög auðvelt líka að mæla magnið af efninu sem notað, því að 1 teskeið jafngildir 2 milligrömmum af THC, þannig að fólk á auðvelt með að mæla. Já. Þannig að það hunang, nú síðan eru gummies eða edibles, og þá sama, það lágt THC stig í því, og efnin og vörurnar eru allar með einhvern ákveðin takmark, vellíðan takmark. Þá það annað orka eða verkjastillandi eða aðstoða við svefn. Já, en þú varst að tala þú skilgreinir þessi notkun á kannabis svolítið út frá, ekki það sem læknisfræði, eða þú veist, svona medical eða læknislyf, og svo það, hvað kallarðu, recreational, og svo kallarðu... Recreational, já, það var eins og bróðir minn segir, það annað lækna eða partí. Já. Og þessar vörur falla hvorki inn á lækna eða partí-línuna, heldur eru þessar vörur beindar að því að hjálpa fólki að ná vellíðan, jafnöður og vellíðan. Og til dæmis ein varan sem við erum með orkudrykkur, sem stefnum á Bandaríkjamenn sem eru miðaldra Bandaríkjamenn sem eru mikið í því að hjóla. Já. Og þá í lok hjólaferðarinnar, þegar búið að hjóla einhverja 20-30 kílómetra, að þá fara sumir miðaldra menn aðeins að finna til í hnjánum og mjöðmannum kannski, að þá þessi orkudrykkur með THC, CBD og öðrum cannabinoids sem hafa bæði verkjastillandi og vöðvabólgu hjaðnandi áhrif á þá, og þá svona ætlast til þess að það sem við köllum recovery, eða þegar fólk endurheimt, já, kallast endurheimt, já. Endurheimt, já, þá það takmark. Þetta náttúrulega bara frábærar fréttir, en mér skilst að þið leyfið í Bandaríkjunum aðeins hærra magn af THC sem virkaefnið í kannabisinu, það að segja sem veitir svona ákveðna vímu eftir mismunandi magni, heldur en Evrópa gerir, það ekki rétt hjá mér? Já, það engin takmörk á því hvað þú mátt hafa mikið THC í vörunni. Það engin takmörk á því. Þannig að ykkur heimilt að hafa bara hvað sem Já, þú getur keypt, þetta alltaf mismunandi á milli fylkja, fylkin segja að hver biti má ekki vera með meira en 10 milligram. Já. En allar vörurnar sem Cannacurious með, þær eru allar með mun lægra. Við erum ekki að stefna á það að koma fólki í vímu. Nei. Við erum að stefna á það að koma fólki í vellíðan. Já. Og þannig að við erum, við leiðum með það að við séum með lágt THC-magn. Já. Það stefnan hjá fyrirtækinu, já. Já, það stefnan hjá fyrirtækinu. Það ein vara til dæmis sem hefur vakið mikla kátínu sem kölluð Daddy Dog Walker. Ok. Og þá það
Jóna eða sígaretta sem búið að vefja, Já, hún hálft gramm af kannabis já, og þá þetta svona 5 mínútna reyking á meðan að pabbi fyrir út með hundinn. já, ég skil. Svo þegar pabbi kominn aftur þá hann kominn í gott skap og góð vellíðan og streita dagsins búin að líða úr honum. Þannig að hann ánægður og í jafnvægi. Í raun og veru sami hlutur og að maður fái sér kannski drykk eftir vinnu. Já. Sem var mjög algengt í Bandaríkjunum, allavega hérna, þú veist, fyrir x mörgum árum síðan. Það ennþá. Já. Klukkan 5 fær fólk sér kokteil hérna. Já, það er svolítið sérstaklega út af því það fær sér kokteila sem eru mjög sterkir, sko. Já, en svo er eitt í þessu sem að kannski er vert að minnast á að konur sem eru á breytingaskeiði hafa við ýmsa kvilla að eiga og þar á meðal svefnleysi, órói og verkir. Einmitt. Og við erum að stefna á það að vera með vörur sem að stíla inn á það að linna þjáningar á breytingaskeiði. Já, sem er frábært. Það er náttúrulega margar konur eru bara algjörlega ómögulegar á þessu tímabili ævinnar og hérna fara í hormóna og hormónaplástra og guð veit hvað annað. Þannig að það náttúrulega myndi breyta mjög miklu. Nei, en það kom upp sko af því að nú talað að kannabis notað til þess að hjálpa fólki sem með lystarstol. Já. Og þá fólk fær mikla matarlyst ef það neytir ákveðinna kannabisefna. Við þurfum að hugsa það sko, það eru yfir 400 efni í kannabis. Þetta er svo kallega kannabinóðar. Cannabinoids, já. Þá það major cannabinoids og minor cannabinoids og terpene. Þá þetta mismunandi efni sem eru í kannabisinu, sko. Já. Það eitt efni til dæmis sem heitir THC-V, THC-VAV. Já. Það veldur ekki þessum lystauka. Já, ég skil, já. Af því að þegar við vorum í verkefnahönnun, þá fórum við viðtal með konur á breytingaskeiðinu. Ég hef nú aðgangað einni sem býr með mér, sem er mitt í þessu. Þá ekki áhugi fyrir að borða meira. Nei. En þessi efni, það eru efni í kannabis sem að valda ekki lystakvata. Ég skil. Þannig að við getum komið fyrir þetta hungur eða mataráhuga, því að konur hafa sagt að þeir hafa ekki áhuga. Nei, en það er náttúrulega líka sko að í kringum þetta tímabil hafa sumar konur tilhneigingu til að þyngjast. Þannig að það er náttúrulega eðlilegt að þær hafa ekki áhuga á að auka matarlystina á þessum tíma. Og það eru rannsóknir sem benda á það sé möguleiki ef að efnið einangrað í kannabis að það geti hjálpað fólki að stjórna vigt sig. Já, það er náttúrulega stórkostlegt. Þannig og möguleikarnir við erum bara að byrja að skoða möguleikana í kannabis. En þetta er náttúrulega planta sem var ræktuð í þúsundir ára og notuð í alls konar lækningar og í allt mögulegt. Þannig að það er mjög sérstakt að hún skuli bara allt í einu hafa verið 71 sett út af sakramentinu. Já, en ég tala nú það er nú bara hluti af náminu hjá okkur. Við tölum einmitt sko áhrifin af kannabis innleiðingu í Bandaríkjunum og við förum í gegnum söguna. Við byrjum miðri 18. öld og tölum hvernig kannabis kom og hvernig tengdist það þjóðinni og hvernig þetta var allt þróast. Og kannabis var lögleitt í Bandaríkjunum 1850. Já. Og kannabis var í það sem kallað
pharmacological pharmacopoeia, þá var þetta í læknaritum Já, og þar var komið fram einmitt hvað á að nota kannabis sem lækningarlyf við og þar með var lystarstol, verkir, tíðaverkir og ýmsir aðrir kvillar sem var að tala anxiety og annað. já, Síðan 1937 þá voru Mexíkanar sem komu til Bandaríkjanna og þá var verið að tala að Mexíkanar voru að koma með þessi lyf til Bandaríkjanna. Þaðan kemur nafnið marihuana. já, Og já, þá voru sett viðurlög við það því að nú voru Mexíkanar að koma með þetta lyf sem að við vissum nú ekki hvernig færi. Og 1941 var þetta tekið af lyfjaskrá. 1970 var þetta bannað og þetta búið að vera bannað frá 1970, frá 1970 fram að 1996 þegar þetta var fyrst löglegt í Kaliforníu fyrir sem medical. já, 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 Og síðan var þetta löglegt recreationally fyrst 2012 í Colorado. já, ég man eftir því, já, Svo þetta smá saman svona skriðið austur eftir, eins og ég segi. já. Að hafi verið gerð einhver rannsókn á því þegar þetta löglegt, eykst þá meiri notkun á sterkari útgáfunni, partíútgáfunni. Já, já, það hefur bara aukist. Það eru salan á cannabis, hún mest í þessu sterkara sem sem sagt með 25% THC eða hærra. Já, Og þegar að, eins og hérna í Rhode Island, þá var þetta fyrst leyft löglega medical cannabis. já, Og þá var fólk að fá sér medical card. Þá þurfti að fá ákveðið kort frá lækni, varst með kvilla og gæst farið að nota. Svo þegar þetta var löglegt, recreational, bara almennt, eins og við segjum almenningur 21 og eldri gat komið og keypt, þá snarminnkaði sala á medical og nú þetta eiginlega eingöngu almennings. ég skil, já. Og þó svo að fólk sé að nota þetta til lækninga, þá það bara að kaupa það á almennu markaði. En það sem gerðist, það sem var athyglisvert, ég að hugsa spurninguna þína, hvernig breytist þetta? Já. Það sem hefur gerst að fólk sem hafði kvilla, vildi ekki fara til læknis og fá sér svona kort, það getur núna bara farið og keypt þetta á almennu markaði. Og það hefur orðið talsverð aukning á notkun almennings, jafnvel fyrir kvilla. Ég skil, já, já. En þegar við tölum medical, var það bara verið að ræða að efnið selt í gegnum lyfseðil eða var það að lyfjafyrirtækin voru þau farin að framleiða efni? Lyfjafyrirtækin, það búið að samþykkja fyrsta lyfjafyrirtækja lyfið sem byggt upp á cannabis. Já. Það að koma. Það tekur bara svolítið langan tíma að fara í gegnum ferli. Já. En það sem fólk þurfti bara að sýna þetta medical kort. Já. Og þá fór það inn og keypti það sem það vildi. Já, ég skil, já, já. Þetta var ekki, ég með tampínu, hvað ég við tampínu, það var ekki svoleiðis. Nei. Og þetta ennþá mjög frumstætt. Nú til dæmis ef þú ferð inn í kannabisverslun að þá líklegt þú verið spurð viltu sativa or indica? Sem eru tvær mismunandi tegundir af kannabisplöntunni
Já, en í raun og veru cannabisplantan hún uppbyggð á sama hátt. Þær eru sömu, þetta sama planta. Þetta já, bara tvær mismunandi útgáfur af plöntunni, já, þetta er sama planta. ég skil, já. Og fólk að segja, þú veist, maður verði syfjaður og rólegur ef maður notar indika, en það er meira svona hvatning og fjör, sem sagt, það er meiri kraftur í sativa, en það eru engar sannanir fyrir því frá rannsóknargrundum. Nei, ég skil. Þannig að hérna, þetta er svona, já, en hvar sérðu Ísland í sambandi við þetta? Erum við gott land til ræktunar eða? Sko, Ísland er mjög vel til þess fallið að rækta kannabis og ástæðurnar eru þær við eigum orkuna, við eigum vatnið og við eigum landið í það. Já. Kannabisvörur, ég meina, við náttúrulega notuðum kannabis til kaðlagerðar í gamla daga. Gömlu kaðlarnir voru allir. Hampur, já. Þetta var allt úr hamp. Það er bara kannabis, það er bara það sama. Já. Þannig að við höfum ræktað þessar vörur áður. Já, við höfum gert það. Og ég held að Ísland sé mjög vel til þess fallið. Ég meina, tölum til dæmis ef við tölum áfengisneyslu, sem hefur nú snarminnkað síðan að bjórinn var leyfður á Íslandi. Já. Það sem, ef að kannabis er leyft á Íslandi, þá er mjög líklegt að áfengisneysla myndi falla niður. Já. Nú í Bandaríkjunum þá deyja árlega það bil 140.000 manns frá áfengisneyslu. Í Bandaríkjunum hefur enginn dáið af kannabisneyslu. Það er ekki til neinar skýrslur það, já, ok, ég skil, já. Þannig að bara, sem sagt, maður getur dregið þær ályktanir að ef við getum fengið Íslendinga til að drekka minna áfengi, þá er mjög líklegt að heilsa þjóðarinnar fari upp og kostnaður þjóðarinnar við að huga þeim sem eru haldnir áfengistengdum kvillum myndi léttast. Já, það myndi allt breytast. Það myndi allt breytast. En þú ætlar semst að koma og heimsækja gamla heimalandið núna í október og fræða okkur meira þetta og þess að þú ert að gera. Eins og ég segi, allt þetta sem snýra 55+, minnst það mjög áhugavert, því ég held að fólk sé að taka allt of mikið af lyfjum sem það þyrfti ekki að taka ef það gæti nýtt sér THC eða vörur með THC í. Þannig að ég hlakka bara til að hitta þið þegar að ráðstefnunni kemur og ég ætla að setja hérna undir. Viltu eitthvað leyfa fólki, ertu með, á ég ekki að setja bara vefsíðuna þína með Kalna Curious undir? Já, veistu það, ég er ennþá að vinna í henni. Hún er náttúrulega, ég meina þú getur sett, það er náttúrulega bara gegnum háskólan, það er vefsíða sem er tengd þessar kannabisfræði í háskólanum. Já, þú kannski sendir mér þann hlekk svo ég geti sett hann undir viðtalið. Ekkert maður. Þannig að ég veit að það eru ungir menn hér sem eru múrarar sem hafa til dæmis áhuga á hvernig þið geti bætt hampi í múrin. Já, hampkrít það er góð brunavörn, góð einangrun. Já. Það er alveg engin spurning og það náttúrulega léttir á því hvað maður þarf mikið af sementi og öðrum efnum. Já, þannig að það er áhugi fyrir þessu nýju tækifæru og hún er náttúrulega, ráðstefnan heitir Hampur fyrir framtíðina, þannig að við verðum að trúa því að hún geti vísa mönnum veginn í nýja frumkvöðlafræði og eitthvað sem gerir góða hluti fyrir heiminn. Svo bara takk hérlega fyrir að taka tíma til að spjalla við mig og ná að vera komin heim á hjólinu áður við settum þetta upp og við sjáumst í Reykjavík á næstunni. Þið sem að horfið endilega smetla á like og subscribe ef þið eru ánægð með þetta og deila með vini því að þessi ráðstefna er svo virkilega fyrir framtíðina.